Nokkur orðum transistora, eða transistor. Þetta hér, hringnum hérna, þetta myndað transistor. 3 pinnar, pílan hér, það alltaf emitterinn, þetta emitter, þetta base, þetta kollektor. Pílan getur snúið út eða inn, ef hún snýr út þá heitir hann NPN, ef hún snýr inn þá heitir hann PNP. NPN algengari og hann pólaður svona, með plúsin hérna uppi og jörðina hérna niðri. Þetta hér svona vassmódel til að útskýra hvernig transistorinn virkar. Þetta bara 3 rörbútar, emitterinn, baseinn og kollektorinn. Í kollektorinn þar kemur vatnið sem undir þrýsting og tilbúið til að fara niður. Hér í beistum, hér í krani og lítið afl hérna á kranan þýðir mikið afl hérna niður. Það að segja, það þýðir magnari. Lítið afl einhvers staðar sem býr til meira afl, þá það magnað upp. Og það transistorinn gerir, lítill straumur hér inn, segjum bara 1 milliampere, getur því 200 milliampere hér niður. Þá mögnunum 200-föld, ef það 1 milliampere hér og 200 milliampere hér, þá 200-föld földmögnun. Þannig að þetta svona vassmódelið, vatnið tilbúið, lítið afl hérna, opnar aðeins á baseinn og fer niður og kemur út emitterinn. Og þessi hlutir heita NPN og þetta fyrir maður til þess að rás hér, þá semst þetta vinstra, þessi 2 vinnám hér, þetta spennudeilir. Þetta bara til að forspenna baseinn, setja baseinn ákveðna spennu miðað við emitterinn. Þegar þessi spenna nær 0,6 voltum cirka, þá byrjar hann að leiða, þá fara rafeindirnar að drífa hérna á milli og þetta þannig að það má segja ein rafeind hingað inn, hún á 200 vini hérna uppi og þannig að ein rafeind hér niður tekur þessu 200 í viðbót, þannig að hér niður fara þá 201 rafeind. Þetta svona cirka það sem transistorinn gerir. Lítið, það að segja, spennan höfð það há að hér á milli byrjar að fara rafmagn, þess að díóðu hér, og þá fara cirka 200 fleiri hérna niður. Tökum bara dæmi. Ef við værum með 1 milliampere hér, þá verður 200 milliampere hérna niður og 201 hér. Þá verður þetta 1 milliampere hérna inn. Hér verður 200 milliampere niður, ef mögnunum 200-föld, og hér verður þá 201 milliampere. Þetta milliampere hér leggstu við þessi 200 hér eða 201. Það þarf ekkert að muna þetta 201, það skiptir einhver máli í þessum reikningum. Það sem að þetta vinnám hérna, þetta stillanlegt vinnám og þegar það niðri þá vinnamið mikið og þá fer plúsin hingað inn og hér há plússpenna. Svo förum við píluna hérna upp og þá minnkar þetta vinnám þar sem jörðin fer meira og meira nær hérna beisnum og lokum þá jörðu við beisinn og þá hættir hann algjörlega að leiða. Þannig að við vinnum að gera tilraun þar sem við færum þessa steikju hérna upp og niður. Við byrjum með hana hérna uppi, þá jörðum beisinn og svo förum við hana hægt niður og þá verður plúsin meiri og meiri og þegar að spennan hækkar þá fara rafeindirnar meiri þrýsting til að fara hérna inn og ef hver rafeind niður tekur 200 með sér hér þá segjum að hérna kemur 0,1 mikroampere hingað inn þá fengjum við 200 sinnum meira hérna niður. Þið þurfum að kunna eina svona stærð og það mögnunarstuðullinn IC, það er straumurinn hér, IB, það er straumurinn hér. Straumur í kollektor, IC, deilt með IB, jafnt og HFE, jafnt og mögnun. Tökum bara dæmi, þetta séu bara 200 milliampere hérna niður og 1 milliampere hingað inn, 1 milliampere og þá er mögnunin 200-föld. Og þetta hérna heitir HFE. Mögnun heitir HFE. Straumur í base, deilt upp í straum kollektor, það er hlutfall, það heitir HFE. IB deilt við IC er HFE. Heyrðu, við þurfum koma að gera litla tilraun. Skulum kveikja á þessu. Sjá. Svona. Þetta er spennumælurinn. Mikroampere. Og þið sjáum nú logarnar ljóstíðunni. Það eru 10 volt yfir frá ás.
Nú sný ég þessu við mig hér þar til að það slokknar ljósið í honum. Slokknar alveg. Svona. Við sjáum að þetta undir 0,5 voltum hérna, spennan. Þetta base og emitter. Base og emitter, það spennan hér á milli. Vaffið hérna, nú þetta undir, þetta 0,76 volt og nú engin leiðinni hérna niður. Engin strömmur hér á milli. Þessi meira á þetta að sína 0, en þetta bara svona. Nú ætla ég að gera 4 mælingar. Ég ætla að hafa 5% cirka ljós út í jóðinni, lítið ljós, aðeins meira ljós, meira en helming, svona 70% ljós og svo 100% ljós. Nú ætla ég að fara í 5% ljósið, þá rétt logar á ljóstíðunni, hérna, og þá erum við með 0,1 mikroampere hér, 0,52 volt á milli base emitter og 16 mikroampere hér niður í gegnum, það að segja, hér 0,1 mikroampere, hér eru 16 mikroampere niður og hér spennan 0,53 volt eða 52,8 volt. Og það þýðir það að mögnunin hér í þessu stigi hér hlutfallið á milli straumsins hér og hér. Það verður þá 17 mikroampere deilt með 0,1 sem þá cirka 170 mögnunin hægi, sinnum 170. Nú ætla ég að hækka hérna spennuna, þá eru hérna spennuna hérna og ljósið, nú eykst ljósið, spennan hérna jógst, fór upp í 0,57 volt, 0,4 eða 0,4 mikroampere inn í beisinn og 96 mikroampere niður. Sem sagt, nú hér eru 0,3 mikroampere hingað inn, það eru 98 eða 95 mikroampere hér niður og spennan hér á milli 0,57 volt. Hærri spenna, hérna þess að við förum með þessa pílu hérna hærra upp, fyrir ekki meira niður, þá eykst við námið og spennan hérna plusinn fyrir meira hingað inn. Hærri spenna hér á milli, því meiri strömmur hingað inn og meiri strömmur hér. Og það er cirka 200 sinnum mögnun í þessu. Þannig að það verið 1 milliampere hér, þá fengjum við 200 milliampere hér. En þessi traktor, það þolir hámark 100 milliampere, þannig að við erum bara núna í 1-2 milliampere. Það er innan við það. Nú ætla ég að fara með ljósi í 70% ljós og þá hækka ég spennuna inn aftur og sem að skal hérna 1,5 mikroampere inn í beisinn, hérna 1,5 mikroampere hingað inn, 0,61 volt hér á milli, straumurinn hér niður, 430 mikroampere. Þannig 1,6 deilt upp í 430, gæti kannski verið 300, tæp 300 eitthvað fóliðis mögnunin. Og nú ætla ég að auka spennuna ennþá meira og sjá hvaðan getur leitt mest hérna. Og nú fer ég hérna upp með þetta og nú er það komin í 2300, 2500, ég fer hærra og hærra, sjá spennuna hér. Hún nær valla 0,7 voltum, þetta er eins og silikondíóða. Spennan við silikondíóða er yfirleitt bara 0,7 og ég ætla að fara hans niður aftur og fá hann til að vera það sem ég ræði við mögnunina í honum. Það er cirka hérna, hvers það er hér, hérna, svona. Hérna er með 7,5 mikroampere inn í hann, spennan 0,65 voltar niður. Það er að hér er 7,5 mikroampere og hér er 2000 mikroampere. Mögnunin núna í honum er þá 2000 deilt með 7,4, með 7,5. Og spennan hér á milli er 0,65. Þannig að meðan við getum breytt ljósinu, þar að segja við erum á sviðinu hér, svo hérna sviði, hérna, hér er hann að magna, við getum magna mikið, lítið, mikið, lítið. Þegar hann er komin í botn, þá getum við ekki breytt neinu lengur, þá er ekki nein, þar að segja þá er hann gagnslaus sem magnari. Hann er bara eins og rofi, bara on eða off. En hér í sviðinu, sem við getum stjórnað ljósinu, þetta er kallað mögnunarsvið transistórsins. Þannig að hérna vorum við að skoða lítinn BSI transistor, já þetta sýnt ykkur hérna. Hér eru 3 transistórar. Þessi litli hérna, þetta er BSM, 3 pinna. Þessi er svo fyrir aðeins meiri straum hérna og þessi fyrir enn meiri straum. Allt 3 pinnar á sér og einn pinnin heitir base, einn emitter og einn kollektor. Og það er misjafnt hvaða pinni það er.
Ég þurfa að fara í hútlu datablöð. Það er þess að fara í tölvuna og fara í datablöð og skoða eitthvað sem er í þessum dúr hér. Hér sjáu þið sko, já, hérna er, sem dæmi hér kemur fram að collector current, það er þessi hámarkið, er 100 milliampere í þessum transistor. Og einhvers staðar er mögnunin og kollakollu. Og hér er svo pinnaröðin á honum. Það er að segja pinni 1, hérna, það er collector, pinni 2 er base, pinni 3 er emitter. Og þetta er BC5448. Já. Við skulum fara aðeins á töflu aftur og fara yfir það sem við vorum að gera. Já, hér er svo niðurstöðunar af því sem við vorum að gera. Þegar að ljósdióðan, sem var rauð hjá okkur, svona, þegar hún logaði 5%, þá var spennan hér á milli, base og emitter, 0,52 volt. Straumurinn hér inn í baseinn, í B, var 0,1 mikroampere. Hér inn, straumurinn hér niður kollektorinn, í C var 17 mikroampere. 0,1 deilt upp í 17 það var náttúrulega, er sem 170. Svo hækkuði spennan upp í 0,57 volt. Þá fóru 0,3 mikroampere inn og 96 mikroampere hér niður. Það var náttúrulega 220 sinnum. Svo hækkuði spennan upp í 0,61 volt. Þá logaði hann næstu í botni, 70%. Og þá fengum við 1,6 mikroampere hér inn og 430 mikroampere hér niður. Og deilum þessu upp í þetta hér, þá fáum við máttuna 270. Og svo þegar allt er í botni, ca. 2000 mikroampere, 7,5 mikroampere inn, spennan 0,65 volt, milli base og emitter, máttuna ca. þetta hér. Þannig að þessi transistor, við sveltum svo að hann magnar svona ca. 200 sinnum, 170 minnst og 320 mest, og ca. 200 sinnum. Og hann byrjar að leiða við 0,52 volt, milli base og emitter, og hann er að koma inn í mettu við 0,65 volt, þá mögnunin fór ekkert mikið meira aðeins fyrir þetta. Þannig að þetta er svona okkar, ef að segja, niðurstaða á því hvernig þessi magnari, sem heitir, þessi transistor heitir BC 548, þetta er þá svona kennitablan, eða hans karakter, er þessi hérna. Og þá getum við notað okkur þetta ef við viljum, við sjáum að þetta er hámögnun, en lítið afl, 2 milliampere hérna. Og við getum notað þetta til dæmis við þegar hann magnar lítið radíómerki. Það myndi auðvitað þétti hérna í serju, þá var hérna lítið merki hérna inn. Og svo myndum við taka þessi díóðu í burtu og setja bara þétti hér í staðinn. Hérna, þétti hér. Og þá fáum við miklu stærra merki hérna út. Það getur því að þegar hann leiðir hérna, þá leiðir hann minna hér. Og svo þannig er lítið hér. Þetta er kallað fasavenda. Merkið er alveg eins laga, en maður þarf bara pluss verður mínus og mínus verður pluss. Þetta skiptir einhvern veginn málið að bara áttu ykkur á að hann er að magna til straummagnari. Amperinn hér inn, þau 200 að fallast til niður af straumurinn. Og þetta er notað í þessum dúr eins og þetta er hér lítið merki inn, stórt merki út. Og svona B-transistórar eru notað, þetta eru smá C-transistórar, þeir eru magna mikið en hafa lítið afl. Já, þannig að þetta er að skilja forspennuna hérna. Forspenna er spenna milli base og emitter, ca. 0,6 volt, 0,5, já, bara svo þetta er hér. Og þeir eru átt ykkur á því að svo er þið beinum að reikna mögnunina. Mögnunin er að deila straumnum hér, upp í strauminn hér, hve margfalt fer þessi straumur niður. 1 milliampere hérna, 200 milliampere hér, straummögnun 200 sinnum. Sem dæmi. Takk fyrir.